Já, góðan dag. Við erum stödd hérna á Bæjarlind í Kópavogi, þar sem að Lýður Skarphéðinsson og Elva Björk Sveinsdóttir reka fyrirtæki sem heitir Eins og fætur toga. Já. Og þið sérhæfið ykkur í göngugreiningu fyrir nánast alla aldurshópa. Hvað er göngugreining? Göngugreining er rauninni bara það sem við erum að skoða fætur, fyrst og fremst. Við erum að skoða hvernig álagi kemur upp í fæturnar, hvernig það er í tábergið og hælana og hvernig álagi kemur svo upp í hnén og meðanmyrnar og bakið. Og við erum bæði tökum mynd aftan á og sjáum alla skekkjur í hælum og ökklum og hvernig álagi kemur upp í hné. Og eins erum við með þrýstiplötu, fullkomna tölvuþrýstiplötu, þar sem við sjáum hvernig álagi er utanvert eða innanvert, hvernig sjáum mikið á hælana og tábergið og slíkt. Og svo tökum við misleikindamælingu, athugum hvort fæturnir séu jafn langir og bæði fyrir neðan hné og svo frá mjöðum og út úr því kemur hvert að fóturinn sé styttri heldur en hinn. Og í kjölfarinu getum við ráðlagt með innlegg eða hækkunarpúða, tábergspúða eða tábergið síið og svo framvegis. Með mikið af fótavörum, alls konar táskiljum og svoleiðis ef það er eitthvað svona fótatengt vandamál. Þannig að við erum kannski, má segja, séum sérfræðingar í fótum og erum bæði að meðhöndla og selja flest tengt. Það var og. Nú ert þú íþróttafræðingur menntaður, en þetta er náttúrulega ekki eingöngu skilgreint fyrir íþróttafólk. Þetta er bara fyrir alla sem að hafa einhverja krankleika í fótum eða þið finnið út úr því hvort að þeir séu í réttu skóm og annað. Þetta væntanlega leiðir frá fótum upp í bak í mörgum tilfellum. Leita margir baksjúklinga til ykkar? Já, rauninni hefur það alltaf verið, sko. Og kannski er það algengasta vandamáli sem við erum að glíma við, sérstaklega hjá svona aðeins eldri fólkinu. Og þegar ég tala aðeins eldri, þá er kannski að meina 30 plus eitthvað svoleiðis, sko. Og þá er bakvandamál svona algengasta vandamálið. Og svo þegar við komum aðeins ofar, 60 plus, þá erum við mikið að bregðast við eins og verkið mjög og því tengt svona. Þegar verkurinn er komin kannski meira öðrum megin heldur hinum megin, þá erum að kíkja á okkur. Það var og. Hérna, eins og kom fram áðan að þá ertu íþróttafræðingur. Þetta er ekki bara íþróttafólk sem er að sækja til ykkar, þetta er væntanlega sko öll flóran af fólki. Hvernig er aldursskipting? Hvað er það að fara neðarlega í aldri og hvað ofarlega? Já, jú, sko, svo breyting hefur kannski orðið undanfarin ár að aldursskiptingin hefur jafnast mikið. Þegar ég byrjaði í þessu fyrir árið 2000, að þá var aldursskiptingin þannig að meiri hluti var annars vegar 16 ára og yngri og hins vegar 55 ára og eldri. Það var okkar stærsti viðskiptahópur. En í dag skiptir þetta eiginlega alveg jafnt. 16 ára yngri og við tökum börn svona frá 2-3 ára. Þeir eru hætt með bleiu og er fann að geta hlaupið allt, þá eru þau í rauninni tæk til okkar, sko. Já. En áður en það þá er barnafita á fótunum og svona, þannig að það er ekki rauninni margt hægt að taka mjög unga krakka í göngugreiningu og svo mikið eftir að gerast á stuttum tíma. En við erum að taka fólk alveg á öllum aldri og rauninni gamalmenni og ungt fólk og börn. Ég sé hér í verslunni hjá okkur, þá eru þið með mikla flóru af skóm. Þið eru væntanlega að selja skó líka, tengt þessu og allskis innlegg og ráðleggja fólki með kaupa á skófatnaði. Já, í rauninni inn í þessa búð eru bara valdir skór sem eru hugsaðir fyrir fólk með ólík vandamál og líka fyrir fólk með engin vandamál. Það er engin tilviljun hvaða merki til dæmis við veljum hérna inn. Við erum að selja Echo og Asics og Brooks og New Balance sem eru allt svona gæðamerki. Þetta eru allt skór með lausum innleggjum, þannig að það er auðvelt fyrir okkur að setja innlegg í þá. Og þetta eru allt skór sem að geta staðið sjálfur á þess að sé nein innlegg og
Og rauninni, það sem við erum kannski mikið að gera að velja skó miðað við fótlag og niðurstig. Þannig að til dæmis eins og hlaupaskórnir eru til bæði styrktir að innanverðu og utanverðu og þeir sem eru skakkir inn, þá erum við að velja skó sem hendar þeim fæti. Og það hefur svo sem aukist mikið eins og með þessari hlaupabyltingu að fólk kemur bara hingað til þess að fá að vita nákvæmlega hvað skór henda. Það var og. Hvernig hafa viðskipti verið eftir að þið komið hér í bæjarlindina í Kópavogi? Það er bara stanslaust að aukast og rauninni hafa undanfarin ár hefur mjög mikið að gera. Og það er svona líka út af þessari heilsubyltingu sem var hérna eftir hrun. Við erum að fá mikið af ungu fólki sem að ganga fjöll eða hlaupa eða út að ganga og lendir kannski í einhverju smá vandamáli. Man þarf ekkert endilega að vera neitt mikið sem að. Og svona, já, það er kannski málið að fólk kemur hérna yfirleitt ef svona eitthvað bjátar á. Einhver verkur hér eða þar eða það sér að skekki skóna eða eitthvað því líkt. Það var og. Fram á jólum væntanlega opnunartími. Hvernig er hann? Hann er bara sá sami eins og alls þar hérna í kring sko. Og við viljum að sjálfsögðu taka þátt í jólasölunni og erum komin með stóra búð. Erum með vöru fyrir hlaupara, eiginlega bæði fatnað og skó og fylgihluti til dæmis. Og erum með 25% afslátt fram á jólum á öllum vörum sem við bara lítum á sem svona kynningartilboð. Segir Lýður Guðmundsson, framkvæmdastjóri Skarphéðinsson, framkvæmdastjóri og annar eigandi af þessu frábæra fyrirtæki sem er staðsett hér í bæjarlindinni í Kópavogi. Og við viljum hvetja landsmenn til þess að kíkja við og heilsa upp á starfsfólki hér. Hér er mjög snyrtilegt og falleg búð á ferðinni. Fyrir utan það að þeir náttúrulega greina þig alveg niður í þaula ef þú átt við eitthvað krankleika að stríða. Og við hvetjum bara landsmenn og Kópavogsbúa sérstaklega og nærumhverfið að kíkja við. Og hérna er hægt að kaupa þá jólagjafir og ýmislegt. Þakka þér fyrir Lýður og gangi ykkur vel. Takk sömuleiðis, Kela.